Verkefnið í heild sinni snýr að því að nota hermilíkön og bestunaraðferðir til þess að raða skurðaðgerðum inn á skurðstofurnar hjá okkur á sem skilvirkastan hátt. Ein af þeim áskorunum sem við stóðum frammi fyrir var að það var alltaf verið í rauninni að ofraða aðgerðum inn á legudeildina. Það var verið að reyna að tróða of mörgum aðgerðum í gegn miðað við þau legupláss sem við höfum. Maður var alltaf að heyra í fréttunum að það væri frestanir á aðgerðum og það væri langir biðlistar og ég fór að velta fyrir mig hugsanlega auðvitað getur mig hjálpað. Helsta áskorun fyrir rauða skurðaðgerða er þessi óvissuþáttur. Þú veist ekki hversu langan tíma aðgerðin tekur, þú veist ekki hversu lengi eða hvort að viðkomandi fer inn á gjörgæslu eða hversu lengi að vera inn á legudeild. Þessi þættir eru mjög erfiðir fræðilega, hvernig maður tæklar það. Þannig innleiðingin krefst þess að við þurfum að komast inn í tölvukerfi þeirra, við þurfum að útbúa lausnir inn í þeirra umhverfi, búa til þá vefmiðmót í þessu tilfelli. Það sem að mér þykir best við þetta verkefni allt saman í rauninni það að núna sjá fleiri sem að vinna, legudeildir, skurðstofa, læknar, innköllunarstjórar, allt heildrænt og myndrænt, hvernig þetta kemur út. Maður ekki bara að nöldra og segja að þetta sé of mikið á leguna, of mikið á skurðstofuna. Við erum að reyna að einbeita okkur samt sem á skurðaðgerðum og við vonumst til þess að núna að geta tekið það aðeins lengra og spáð í nákvæmlega ferli þegar sjúklingur fær greiningu frá lækni og þangað til að hann útskrifaður. Að ef það gert með skilvirkum hætti þá ætti sjúklingur að geta náð bata fyrr. Þegar við höfum verið að kynna verkefnið inn á Landspítalann, lausnina okkar, fyrir stærri hópa, þá hafa komið aðrir læknar til okkar með önnur verkefni, sambærileg, stundum ekki alveg sambærileg, og óskað þess að við getum aðstofað við lausn þeirra. Það má segja að það ótrúlega mörg tækifæri innan Landspítalans fyrir verkefni af þessum toga.